Peningaþvætti vaxandi vandamál sem freistar margra banka, sagði Eva Joly á hádegisfyrirlestri stöðu fjármálamarkaða í Evrópu í dag. Fjöldi hlýddi á erindi hennar í Hörpu. Húsfyllir var þegar Eva Joly flutti erindi sitt í Hörpu í dag. Hún segir að til þess að unnt sé að rétta hagkerfi Evrópu við sé brýn þörf á bönkum sem fólk geti treyst fyrir eigum sínum. Staðan sé einmitt hinn gagnstæða í dag. Græðgi stjórnenda hafi eyðilagt það traust sem hafi verið til staðar. Hún nefndi sérstaklega þann stóra vanda sem peningaþvætti sé. Margir bankar freistist til að sýsla með fjármuni sem rekja megi til peningaþvættis, en það séu upphæðirnar háar. Money laundering is a huge business. It is, in a criminal world, highly needed, desperately needed. All the drug traffickers need to launder their money, and they are using the banks. We have rules to fight it, but here we see that they are also attracted by the money laundering because it is business. Fyrsta skrefið í átt til að endurvekja traustið segir Eva Joly vera aðgreining fjárfestingabanka og viðskiptabanka. Bankers should go back to their work, which is to finance the real economy and not play in the casino. Aðspurð hvernig hún meti framvindumála hér á landi segir hún að embætti sérstaks saksóknara hafi afkastað miklu á skömmum tíma og að önnur lönd sem eru að vinna sig út úr kreppunni ættu að líta til Íslands sem ákveðnar fyrirmyndar. All the citizens in the world can see that there are results, and for this country to produce that many prosecutions, this is remarkable, and it shows that your democratic system and your legal system is working. And I think you're an example for the world because you're investigating what happened. Árangur Íslands við rannsókn og saksókn efnahagsbrota einstakur á heimsvísu. Þetta segir Eva Joly sem ástfangin af land og þjóð. Eva Joly telur að árangur Íslands við rannsókn og saksókn efnahagsbrota sé einstakur á heimsvísu. Þá segist hún ástfangin af landi og þjóð og hyggst rækta tengsl sín við Ísland enn frekar. Þorbjörn Þórðarson ræddi við Joly í dag. Eva Joly sem þingmaður á Evrópuþinginu á Íslandi í stuttri heimsókn, en hún hélt erindi fjármálakreppuna í Hörpu í dag á vegum samtaka fjárfesta og Háskóla Íslands. Joly sem tíma var ráðgjafi sérstaks saksóknara segist gleðjast yfir því að rannsóknir embættisins séu að skila árangri. I'm very happy to see that you have strong cases coming to court and that the prosecutors are winning them, that the people are being sentenced to jail. And I think that you are very courageous and that this is quite unique in the world, because in the US or in the UK, where bankers have done as much wrong as in Iceland, nobody is being prosecuted. So this is a very strong thing. Do you think that in that sense Iceland has made more progress in dealing with white-collar crime than other countries? Yes, I think that you will become quite expert. And I think it's very interesting to see that you have done it with the local forces by reinforcing them and also reinforcing the whole chain. Also the courts have been reinforced. So I think this is it's admirable. Joly sem bauð sig fram til forseta Frakklands í forsetakosningunum síðastliðið vor en fékk nánast ekkert fylgi, mun áfram starfa á Evrópuþinginu og þá sinnir hún verkefnum fyrir afgönsk stjórnvöld. Hún hyggst áfram rækta tengslin við Ísland í gegnum Eva Joly Institute sem Jón Þórisson, umboðsmaður hennar hér á landi, fer fyrir. I'm in love with this country, so I feel at home here really. I'm happy here. So I will continue to stay informed and interested.